Kjartan, frendi, Góðan daginn. velkomin í Mad Men Takk kærlega fyrir. Takk fyrir frábæra þátt. og takk fyrir að koma. Já, það var lítið. Við höfum fyrir að fara alla leið til Eyja til að spjalla Já, kallinn. Já. hvernig er lífið að leika við þig? Bara vel sko, nýfluttur aftur hingað heim til Eyja Eina fögru? já, og bara er svona, kom mér bara vel fyrir og njóta þess að vera hérna. Hugsaði aldrei að foreldra Já, já. og bara í þessari náttúru paradís eins og við sjáum í dag, ég meina, alltaf bara geggja viður. Geggjaður, já. hér er bara sól og blíða og... Búið að vera alla helgina, Já, Já. búið að vera mjög gott veður. En en og, maður hefur ekkert undan eina kvarta þegar maður er hérna. nei, en Er það ekki? Nei, þú hefur allt hérna. Já, en þú hefur rosalegt rókraskat hérna líka ekki? Nei, það er bara på stóra, ekki Nú. hérna niður í bæ. Það er, þú veist, rókið, þetta er bara eitthvað sem fjölmiðlamenn í Reykjavík eru að skrifa. Þetta er bara della. Ok. Við Já. Eyjamenn erum ekkert að pyrra okkur á rókinu. Nei, en það getið ekki pyrrað ykkur á því. Nei, Bara fyrir fram hjá. já, En þú ert einn af eigendum brugghús já, sem heitir Brothers Brewery og við erum að gæða okkur á dýrindi spjór frá ykkur. Þetta er svolítið æskæslegt. Þetta er svo flott og þessi er mjög góður. Ég fekk mér nokkra svona í gær sem að kannski sem við sjá bara jafnvel. Já, eða heyra. þetta er sigla humlafley. Við höfum svona verið að svona elda stundum bíómyndir í nöfnunum okkar. Ok. Það var náttúrulega sigla himinfley þættirnir, þannig að nú hefur við sigla humlafley. Já. Svo hefur við ... koma köls og það eru svona nokkur bíómyndathema sem Já. hafa farið í nöfnin okkar. Já, og ég oft verið með líka svona flotta miða og ég man alltaf eftir einu sem var með einhverju sjóara framan á og eitthvað svona Já, ótrúlega svona flottar umbúðir. Já, veist, við að því hún nefndi sjómenn, við veljum alltaf í kringum sjómannadaginn einn sjómann og heiðrum hann og gerum bjór með mynd af honum og hann kemur og dælir fyrsta bjórnum, þú veist, ef hann er á lífi, þeir hafa líka verið látnir sem við viljum heiðra. Já. Og svo höfum við boðið upp flösku á sjómannaballinu Já. og sjómaður ársins eða fjölskylda hans fær að velja góðgerðarmálefni og við höfum styrkt björgunarfélagið og krabbavörn og þetta eru svona 9 milljónir sem hafa safnast. Já, það er ágætt Og svipað. já, og frábært að Já. geta lagt okkar samfélagi lið Já, með Já, þessu. vel gert. kekja. Já, mjög. Og líka bara góð hugmynd, eða þú veist, þetta er flottar umbúðir og svona sjá svona sjóara og svona, þetta er mjög skemmtilegi bjóra líka. Og ég kíkti aðeins á brugghúsi í gær og hvað eru þið með marga bjóra á dælu núna? Það var ágætis. Þetta eru hvað, 15? Já, 15 dælur. já, Og svo erum við náttúrulega bara með, þú veist, við erum með kæliðan og getum keypt til að taka með frá okkur og svo erum við með rautt og hvít og við erum með freyðivín og kampavín og Já. áfengabjóra og náttúrulega gós og súrbjóra og öll flóran. Já, ok. er það rétt sem maður heyrði fyrir nokkrum árum að það er bannað að syngja? Já, það er við settum sko, þegar við opnum 2017 að þetta átt að vera svona rólegur staður, að fólk gæti tala saman, lág tónlist og það er stranglega bannað að syngja og eitt sinn kom Ef ég vita þetta, þá erum við kannski tekið svona lægi. og við erum svona nokkuð strangir á því og svo er líka sko að ölfun ógildir miðan, Já. það er mikið drukkið fólk, við viljum ekki hafa það. Mér hefur til dæmis ekki verið hleypt inn og þurfti að bíða þar til staðinu lokaði. Já. En það var eins og á laugardegi að einn af okkur eigundunum var í vinnu og þangað komu eldri konur eða svona, þetta var hópur að ferðast í Eyjum, hvort þetta hafi verið Oddfillo eða Kívanes eða eitthvað álíka og þær koma þarna inn og það voru ekki neinar aðrir gestir og þær byrjuðu að syngja og það var farið til þér og sagði bara, svona er ekki á þessum stað, við viljum bara að þetta sé rólegt og eitthvað. Þær létu sér ekki segjast og héldu áfram og við komum til starfsmaður, fór aftur og sagði bara, þú veist, ég ætla bara að vara ykkur einu sinni enn við, annars vísa ég ykkur út. Þeim fannst hann svona heldur strangur og héldu áfram
og þá opnaði hann hurðina og sagði bara gjöru svo vel og vísaði þeim út. Já. Þetta á að vera líka bara létt og þægileg stemning. Við erum með pop hérna vél og margir krakkar í Eyjum biðja foreldrar sína að fara í popbúðina. Já. Þeim finnst gott að fá pop og meðan að mamma og pappi fá sér eitt kaldan. Já. Þetta á að vera bara svona þægilegt og gott og góð stemning. Þetta skemmtileg hugmynd að skemmtilegt konsept að þetta allan fólk tala líka þetta sko. Þetta svona word of mouth líka sko. Þetta skemmtileg. Og þetta bara, það ótrúlega gaman að það vantaði svolítið svona stað, svona rólegan. Við erum ekki með veitingar eða neitt heldur hérna bara góða drykki. Já. Og svo bara hefur þetta þróast í fleiri staði hérna í Eyjum og bara flóran hér náttúrulega ótrúleg. Já. Í mat og drykk. Svakalega. Alveg ótrúlegt. Það kom okkur alveg mest á óvart eða bara. Já, hvað mikið af svona fjölbreytti staði líka. Já. Það alveg frá skyndibita upp í fine dining á háulefili sko. Já. Þannig að það alveg geggjuð flóra hérna í Vestmannaeyjum. Já, bara frábær hráefni sem þeir fá eins og bara með fisk og annað að ótrúlega gaman að fara á þessu staði og Eyjamenn eru duglegir að fara út að borða. Já. Að nýta sér þessa staði sem við höfum. Við erum ekki bara að treysta á ferðamannin. Nei. En ég myndi örugglega sem Eyjamaður líka að vera duglegur að fara. Það bara næs sko að geta sér glaðan dag svona eins og til þessu augu. Já, bara hágæða stöff allt sko, bara allt frá bjór upp í mat sko. Já. En hvernig ákveðuð þið að fara að byrja að brugga bjór? Sko þetta var þannig að ég og Jói vinur minn, við áttum þá 2 fyrirtæki saman, vorum í svona hugbúnaðarþróun og vorum í vinnuferð upp í sumarbústað og vorum búin að fá okkur einn æris og eitthvað af bjór. Við fórum að lesa á innihaldið í bjór. Þetta voru ekki nema 4 hlutir og þetta gæti ekki verið flókið. Nei. Við hljótum að geta höndlað þetta og ákváðum þá að fara að pröfa þetta og ég fæ bróði minn með mér í þetta og Jói fær bróða sinn, þannig að þess vegna þetta bróðisbrúði. Það var svona upphaflega pælingin að við værum bara 2 sett af bræðrum. Nema að Davíð bróður Jóa, hann bakkaði út áður en við brugguðum í fyrsta skiptið. En hann svona 50 bítildin okkar. Hann alltaf með okkur í öllum bjórhátíðum og bara mikið í kringum okkur en svo seinna kom mágur Jóa, Hannes. Hann var stálsmiður og okkur þótti svona gott að hafa hann af því að þegar við byrjum þá vorum við með 30 lítra plastfötu, 2 hitaelement úr hraðsugukalli og þetta voru svona 2-3 flöskur á mann sem við fengum. Já. En Hannes smíðaði svo stærri sugugræjur og við færðum okkur í bílskúrinn til hans og svo buðum við eins að kalda til okkar og hann smakkaði bjór og hreifst af og hann fær svo framleiðsluleyfi og við framleiðum upp í höll þar sem hann með eldhúsið. Vorum að framleiða fyrir staðinn hans. Og þá gerðum við fyrsta sjómannabjórinn okkar, Togaran. Fórum með hann á bjórhátíðin á Hólum og fengum verðlaun fyrir besta bjórinn á hátíðinni. Þá svona einhvern veginn mistum við tökin á þessu sjálfur. Veðruðust upp og... Já, fyrsta markmiði var alltaf og svo sem ennþá markmið að við eigendurnir eigum nóga fríum bjór fyrir okkur. Annað aukaatriði. Staðurinn aukaatriði og þannig að... Þetta svo mikið, klassík. Já, þetta geggjað. Þannig að svo bara hefur þetta þróast, við opnuðum stað 2018. Nei, 2017, 2019 færum við okkur á núverandi stað. Keyptum það bakari og lokuðum því og seldum alla græjurnar og hófumst handa við að byggja upp nýjan stað þannig að þetta búið að vera svona mikil og skemmtileg ferð. Já, það svaka græjur hann sko, þetta orðið helviti flott. Já, við erum með 1000 lítra græjur í dag, byrjum með 500. Já. Svo seldum við það áfram, það fór til Grindavíkur. Þannig að og það sem svona gaman við þessa bjórumenningu, við vorum held í 9. áfengisframleiðandinn á Íslandi. Í dag eru 26 eða 7 og það eru handverksbrugghús hringinn í kringum landið og það rosa mikið af túristum sem að koma til Íslands gaggjert út af bjór og áhuga. Það kemur fólk hingað til okkar, kemur bara til Vestmannaeyja því skítsama eldhúsið. Hefur engan áhuga á sjó lunda.
það bara komin til þess að smakka lokal bjór og eingöngu það. Já, geggjað. Þannig að þetta hefur blómstrað mikið síðustu ár sem betur fyrir. Og bara íslensku bjórinn og það sem að brugghúsin að gera alveg framúrskarandi. Já, það alveg komin ágætis flóra af líka brugghúsum og Og við vinnum vel saman, þú veist, þetta ekki, þú horfir ekki á það sem samkeppnisaðila. Nei. Þú veist, ef einhverjum vantar eitthvað eða það þarf einhverja hjálp eða þá hlaupa allir undir bagga og vinna saman. Það er geggjað, þannig átt að vera. Já, og bara það einhvern veginn þegar bjórinn var leyfður, 1. mars 89, þá varstu með ljósanlager og það var það eina. Og svo bara í dag ertu með alls konar tegundir og svo fyrir þetta náttúrulega bara í tísku, þú veist, IPA var rosa heitur fyrir 3 árum. Núna í dag bara flestir að drekka lager og svona ljósa bjóra. Svo kom súrbjór og var heitur einhvern tíma og þannig að þetta svona fyrir tískubylgjum. Mikið svona light menning í gangi líka. Menn mikið að drekka light bjór. Ég get ekki drukkið þetta, sko. Það þarf að vera bragð af bjórnum. Allavega svona einhver biturleiki. Light, þetta bara lítið vatn, sko. Ég get þetta ekki. Ég er búin að reyna svo oft, sko. Þetta. Ég meina, þú myndi þefa þessu, það er ekki lyktin. Já, en þið sá að þið búin að vera með bjórhátíð líka. Já, ykkur. Hvað er búin að taka mörg ára því núna? Þetta var, held ég eitthvað, 7. hátíðin. Og hugsalega svo síðasta. Bara, þú veist, þetta rosa fyrirtæki að halda svona hátíðir og mikil vinna. Það eru flest íslensku brugghúsin að koma og við bjóðum líka vinum okkur í erlendum brugghúsum. Við erum að fá gesti frá Svíþjóð og Noregi, Bandaríkjunum sem við höfum kynst á bjórhátíðum og þau koma til okkar. Þannig að svo bara, þú veist, fyrstu árin voru rosa margir gestir að koma á ána landi til Eyja og gera sér ferð úr þessu og við erum með svona street food, slippurinn hefur verið með og gott og ég hef grillað þarna nokkur 100 pulsur og þetta ótrúlega gaman. En svo bara, þú veist, veit maður ekkert alltaf hvernig veðrið Við lendum í því að færa okkur inn í íþróttahús og allt samfélagið hleypur undir, bara bærinn farið inn í íþróttahús. En þetta ótrúlega gaman en svo bara eftir að taka ákvörðun hvað verður gert. En alveg frábær hátíð, sko. Já, alveg fjölmennt á þetta, mjög mikið af fólki. Það voru held ég 250-300 síðast. Þannig að við höfum alveg farið í 400 með öllu, sko, staffinn og því. Það er helviti vel gert. Og við erum alltaf líka bara ótrúlega heppnir með starfsfólk hjá okkur á Ölstofunni. Flest þeirra hafa unnið hjá okkur í langan tíma. Og eru líka miklir áhuga menn bjór. Geta sagt frá bjórunum og stílunum og öllu því og við erum mjög ríkir að eiga þetta góða starfsfólk okkar. Já, þetta var bara geggja gaman að koma og smakka, sko, nokkra bjóra þannig í gær, sko. Og það er svona þessi upplifun skín alveg í gegn, svona fólk að koma bara til þess að setjast og spjalla og smakka og skemmtilegt líka hvað bjórarnir eru með mislitaðir og þú veist, þetta er skemmtileg upplifun að prófa. Svona fjölbreytt flóra af stílum sem að það í boði. En svo líka við viljum á klárir bjóriðin. Þess vegna erum við með lítil smakklaus og við setjum smá í þannig að þú getur fundið lykt og getur smakkað áður en að þú kaupir einhvern bjór. Þannig að þú finnir bjór sem þér finnst góður. Það er ekkert gaman fyrir okkur að selja einhvern bjór sem að deyr svo bara í glasinu og verður ekki kláraður. Þannig að við gefum bara fólki smakk og reynum bara að sinna öllum, þannig að það séu öll flóran til. Og hvað, er hægt að þróa bjór endalaust eða? Er hægt að gera alltaf eitthvað nýtt og sniðugt eða? Já, ég meina það er þú getur endalaust gert eitthvað við bjór. Ég til dæmis, ég viðurkenni það nú alveg fyrir ykkur, ég hef ekki bruggað oft. Nei. Af því að ég var svona, á meðan ég var meira inn í þessu í dag, svona, hef ég minkað töluvert. Þá var ég svona í kynningum og sölu og þessu. En einhvern tímann fór Jói og upp á land sem var bruggarinn okkar og og skildi mig eftir og
og Lindbróðir og við vorum upp í höll hjá Einsakalda og vorum að fara að gera sætísi sem svona fransku seison og ég átti að setja kíló af sykri í bjórinn sem ég gerði að ég hélt en ég fór í vilsan póka þannig að það fór kíló af salti og svo hringir Jó eftir 2-3 vikur og eitthvað, heyrðu lyktin eitthvað off og bragðið eitthvað ég segi bara, ég fór bara inn á lagar og fór í bláa pókan og tók bara kíló og hann ok, þá veit ég hvað þetta þá þurftum við að hella niður þessum bjór og ég hef ekki bruggað síðan bara þetta ég kann elda mat en eitthvað svona þetta líka saga eins gömul og tíminn sko. allir matrislumenn hafa á einhverjum tímapunkti lent í einhverju svipu ég gerði vöfflur það sem ég var að vinna þá sett ég salt í staðin fyrir sykur fram og þá voru menn setja rjóma og sultu og svo söltu þannig að þetta, ég held að flesti matrislumenn einhvern tíma lendi í þessu sko. Við höfum notað skyr og alls konar hráefni tíndum kryddjurtir og notum það eitt sjómannabjórinn var með möndluköku því að Óskar heitinn fannst möndluköku góð þannig að við settum hann í stát og við bara og skein það eitthvað í gegn? Já, þú gast fundið eitthvað svona keim sko þannig að það er þetta að pröfa alls konar það var nú einhverjum sem settu harfisk eitthvað tíma í eitthvað bjóð þetta er bara allt hægt í þessu þú veist bara hversu galinn getur þú verið og er tilbúin að prófa eitthvað sko þetta ég er alltaf gaman að svona þegar menn bara byrja að prófa einhverju fötu og svo allt í einu ári vita að þeir eru bara komið með staðið niður í höfn og bara endalaust að fólki að koma að drekka bjórið einn sko. Já, þetta er bara einhvern veginn að maður átti nú ekki von á því að þetta væri eitthvað sem að maður myndi fara út í en svo bara það er ekkert flókið þetta eru bara 4 tegundir á einhverjum ráðum svo bara pröfa sig áfram og það er líka bara heimabruggarar á Íslandi eru rosa aktífir og þannig byrjum við og bara meiri áttur að vera í þessum geira og hvað þarftu til að byrja? Það er bara eiga góða fötu? Já, þú getur keypt þetta í brew.is bre2.is þar er þetta að kaupa bara startpakka öll hráefni og getur keypt tilbúnar uppskriftir og þannig byrjum við og svo bara stækka maður og ef maður næri einhverjum árangri og það er bara þannig er bara ævintýri sko aldrei að gefast upp og hafa bara gaman hver vill ekki eiga bjór þetta sjálfan sig það er alveg rétt sko það er örugglega og fínt að vita að það er alltaf bjór sko það er svona en við höfum aldrei farið í óáfengabjóra af því að við náttúrulega flytjum vatnið inn af Íslandi það kemur inn í leiðslu og þetta er mjög mikilvæg auðlind og við viljum ekki eyða okkar vatni sem við flytjum hingað til Eyja í að framleiða óáfengabjóra það er ekki svona okkar stíl það geta aðrir gert það það þarf að vera eitthvað kikki í sig á okkur við erum ekki að sækjast eftir hinni þó hitt sér gott og ég fæ mér það mjög oft sko en við viljum ekki eyða okkar vatni í þetta og þið ætli bara að halda ótrúður upp fram og þróa meira Já, þú veist, það er engin bilbug á okkur að finna þú veist, bara erum góðir vinir og teymi og þú veist, auðvitað er bara veturinn alltaf erfiður þú veist að samgöngurnar hingað á þessa paradís eru oft erfiðar þú veist, það þarf að fara í Þorlákshöfn og landið fyllist af sandi og allt þetta sko það er erfitt fyrir, þú veist, bara veitingageiran og okkur öll þú veist, það er kannski búið að panta á árshátíð og taka út kjöt fyrir 200 manns og svo er bara ringt í hátinn bara það er Þorlákshöfn, við komum ekki þetta er bara því miður staðan sko, yfir veturinn en sumrin eru góð og við erum náttúrulega með marga viðburði þú veist, við erum með Puffinrun og við erum með íþróttamótin 2 stór Góðslokkahelgin, þjóðatíð þú veist, þannig að sumar það er gott sem betur fyrir Já, ótrúlega mikið magna fólki í bænum. Náttúrulega töluvert af skemmtiðarskipum sem koma eitthvað. Það er fólk svona sem töltir bæinn eða fyrir rútuferðir og kemur til okkar. Já, við vorum að ræða í gær hvað
það fjölmenntina, mikið af fólki og virðist vera mikið bara að túristum að koma og mikið fólki í bænum sko. Náttúrulega það hérna ertu með, þú veist, góðsöguna og þú ert með náttúruna, þú veist, fuglana og þú veist, við erum með svona lunda eða hús þar sem fólk getur farið og fylgst með lundanum bara í byggð. Það er rosa vinsælt hjá túristanum að fara bara þangað. Þú vilja bara horfa á fuglinn sko. Maður er búin að sjá hann svo ofta að einhvern veginn maður kemur sér ekki orðið upp og maður fattar kannski ekki hvað þetta er merkilegt. Þannig að hérna eins og einhvern vinna frá fólk mamma og pappa er með svona lítinn Zodiac voru að fara að sigla og tóku með sér franska konu og mann sem þau fundu hittunir á bryggju þau voru ekki týnd og voru frá París og voru að sigla og svo baði þessi franska kona þau að stoppa og hún byrjar að gráta þau er náttúrulega bara alveg panikuðu þá sá hún bara, ég hef aldrei upplifað svona mikla kyrrð og svona mikla náttúru hún er bara í stórborg og það er bílar og erill þú sérð ekkert og þarna bara, þetta var svo mikið fyrir hana að vera bara út í náttúrunni í þögn þannig að hérna, maður kannski svona gleymir oft hvað sérstæðan okkar er mikil bæði á landinu og bara hér í okkar samfélagi í Eyjum. Ég ætla að stoppa aðeins af hérna núna það er eitthvað fínt að vera ekkert að mynda mig á mikið Taka 2 Já, hvar vorum við? Við vorum ég bara reynlega man ekki Já, við skulum bara segja hlustandi átti sig á að þá dó hérna myndaðilinn á okkur þannig að við þurftum að hérna taka smá pásu höndlaði ekki þessa fegur í okkur Nei eðlilega tæmis batterið Já, en við áttum smá spjall hérna á meðan og þá náttúrulega þú ert náttúrulega svakalegu pulsukall Ég er mikill áhugamaður pulsur og hef reynt svona að pröfa pulsur í flestum þeim löndum sem að ég hef heimsótt taldi þetta nú daginn, ég held ég að fara til 34 landa og ég reyni yfirleitt að fá mér pulsu, af því að þetta er einhvern veginn mismunandi á milli landa bara og náttúrulega alls konar tegundir við erum náttúrulega þekktust fyrir við Íslendingar borðum þessar vínarpulsu sem er að mínum dómi lélegasta pulsutegund þetta er svona bara uppsópið í kjötvinnslunni er sett þarna svona fínt að henda þessi hundana og krakkana en þetta er ekki, ég vil hafa þetta svona þykkar og góðar pulsur, uppáhaldspulsa mín heitir kesekrænir sem er svona ostafyllt og þá er hún bara skorin niður svona bráðnaður ostur aðeins inn í henni sætt sinnep og lykillinn, piparót rifin yfir, guðdónlegt Svo til dæmis, bara Frankfurt er pulsan út í Austurríki þá setja þær 2 svona mjóar í brauð, lauk sinnep og karrí fullt af karrí alveg, heitir Bosna þessi pulsa og ég hef meiri sérin svona grátið yfir pulsu þá var ég í New York og labba út á Five Guys og panta mér pulsu og það var bacon það var kirsuberjasulta og sætt sinnep og einhver svona góð pulsa og ég borðaði þetta og ég bara tókst á loft, ég var svo hamingjusamur svo er ég að segja frá þessu og það byrja bara að leika tár mér þótti þetta svo stórkostleg pulsa þetta var bara það albesta sem ég nokkuð tíma smakka þannig að já, ég hef grátið yfir pulsu Já, það var mikið sagt Já, þú ert að gera þín eigin pulsur Ég á pulsugerðar vél eða svona stúta og hakka vél og þetta Ég meina, hver á ekki svoleiðis en því miður er bara erfitt að fá góðar garnir á Íslandi en stundum texta og þá skelli ég stundum í pulsur stundum ger ég mitt eigi sinnep við notum göllabjórinn okkar læt sinnepsfræðin liggi í því og mixa þetta saman og gerir svona gott sinnep Já, geggjað Þannig að ég til dæmis, mín pulsa, ég fer nokkuð oft á Bæjarins bestu og þá er það með öllu nema remúlaði, mikið sinnep og tómat. Remúlaði er framleitt í helvíti og á bara ekki að koma nálægt pulsu. Það er bara, þetta er eitthvað súrt og
bara þetta ógeðslegt. En ef það er svona remoulade sósa, svona dönsk sem er með hérna bitunum í Já, með pikli, svona bara, tartarsósa er góð, með fisk og öllu, en á pulsu á þetta bara ekki heima. Þetta er algjört bann hjá mér. Okay. Ég skal sjá þetta. Og bara, ég hef skilað pulsu, bara, ég hef séð remoulade, bara, nei, þetta er ekki mín pulsa, bara fá nýja. En bara, já, ég er mikill áhugamaður pulsur og bara svona skyndibit almennt, sko. Já. Þannig að, já, þetta er hérna, ég átti reykofn, mér finnst rosa gaman að reykja rif og svona bara fikta við matreiðslu. Já. Pizza. Já, stóran. Já, pizza, það er nauðsynlegt. Já. Engar svona aumingjað sem tekur bara eina pizzu? Nei, þetta er Uni 2 Max, 24 tómi, ég kem alveg 3 12 tómi inn í hann. Já. Okay. Þannig að hérna, svo er ég með kryddjurtir og alls konar svona tólótæki sem gott er eiga. Já. Var að kaupa mér hérna svona reykbissu til þess að reykja majónes og þetta. Já, geggjað maður. Getur reykt pulsunar síðan þegar þú ert að búin að setja ekki henni vilina hér. Já, þannig að já, ég er svona fársjúkur matreiðslu áhugamaður. Já. Og ligg rosa mikið yfir hérna matreiðslu þáttum og á svona legend sem að ég fylgist rosa mikið með. Okay. Að hérna Paul Bocuse og Wolfgang Puck og svo fór ég einu sinni á Sumac. Já. Það er fyrsta skipti sem að ég hérna svona roðnaði og var svona man-crushed. Já. Þegar að þráinn kom og fór að afhenda réttina og fólki sem var með mér, þetta var eigendur auglýsingastofu sem ég var að vinna með. Ég tók eftir að ég var svona allt í einu þagði, sem gerist ekkit oft. Ég bara þagði og ég var svona rauður í framan og þau alveg ekki allt í lagi. Ég segi bara, jú, ég er bara ástfanginn af þessu manni hérna, sem kemur mér réttina. Ég er með matar ást á honum. Og þau hefur þetta ákvað að segja honum þetta. Og það sem var endur á vandræðarlega mig. Þetta er hérna fullkomna hrós á matreiðslumanni ef einhver finnst maturinn það góður að hann er bara hreinlega skotin í þér, sko. Já, ég er bara, bara fullkomnu maður fyrir mér. Já, töffari. Já, bara frábært, hvað við eigum frábæra kokka á Íslandi, sko. Geggja kokka og geggja veitingastæði, hér og þar, sko. Ert þú meiri kjötmaður en fiskmaður? Já, sko, miklu meiri kjötmaður. Að hérna, mér finnst gaman að pröfa allt. Já. Til dæmis, eldri dóttir mín borðar ekki kjöt. Og hérna, tók upp á því fyrir nokkrum árum að hætta að borða kjöt og mér finnst rosa gaman að pröfa þá að gera grænmetisrétti og svo jólunum sé ég bara að gera Wellingtonið hennar bara úr hérna hnetusteik og einhverju svona og smakka það og til dæmis einhver besti hambúrgari sem ég fekk var á Gló, þarna veganborgari frábæri, ógeðslega gott bragð crunchy og þannig að ég pröfa alveg allt og finnst það bara ótrúlega gaman, sko. Saltfiskur er uppáhaldsfiskurinn minn. Bara góður þorskur, saltaður og hérna, eins og hérna hjá eins að kalda. Það er bara, hann gerir eitthvað besta saltfiskrétt sem ég fæ mér. Já, maður heyrt að eins að sé svolítið sleipur í þessu. Já, hann er bara, og hann er að vinna með vinnslustöðinni að hérna þróa rétti og uppáhaldspítsa mín er saltfiskspítsa. Ég er mikill svona saltmaður. Já, ég heyri það. Það er ein regla, sko, þegar þú heldur þú sért búin að salta, að salta aðeins meira. Og þess vegna bílaði hjarta mitt salt er ekki það sem ég á að borða. Okay. Ég nefn svona aðeins minkað en ekki rosa mikið. En hvað segir með hjartað? Þú segir að það hafi bílað. Já, ég greindist með hjartabilun í fyrra. Það fór að vinna 15% út frá alls konar, bara stress og fullt af hlutum. Og bjórdrykki. Læknirinn vildi meina það, eða einn læknir. En hún er ekki lengur hjartalæknir mín. Kemur alvöru gefin inn til mín og segist þér að fara yfir þetta með mér og gerði það og nefndi meðal annars þetta að ég ætti ekki að drekka áfengi og fór að spyrja mig hversu mikið ég drykki. Og ég svona reyndi að útskýra fyrir henni að hennar skilgreining á einingu væri ekki það sama á mín. Í fyrsta lagi er það sem ég kalla kripling, bara lítil dós og svo er það síður. Þetta er ekki ein eining, sko. Nei. Síður er ekki heldur 1,5 eining. Svo er það áfengispróstan. Og ég fór að reyna að útskýra fyrir henni að bjór er ekki bara bjór. Henni þótti alls ekkert fyndið hvað ég var að reyna að útskýra fyrir henni.
og bara skipaði mér að hætta að drekka sem ég gerði í nokkra vikur á mánuði sko, að menn ég var að koma hjartan í lag. Heilsan nú mikilvægari heldur en bakkusinn. Já. Hafði hann ekkert húmor fyrir þessu? Engan. Hún var pínureið og tilkynnti mér að þú veist, ef að hjarta myndi ekki lagast þá þurfti ég að fá gangráð og svo hefði ég þurft að fá hugsanlega nýtt hjarta. Þannig að ákvað ég að segja bara vinsalegast þá ekki úr feminist á vinstrimanni. Það féll heldur ekki í góðan alveg. Hún er kannski bara verið feministi. Ég hef ekkert á móti feministi, ég jafnrétti sinni sko, en ég skipti hjartalegni. Ég með mikið meistaræta sem að hefur alveg húmor fyrir bullinu mínu sko. Já, það verður að hafa gaman að þessu. Já. Algjörlega. Það svona, það sem mér finnst vanta sko í okkar flóru bara svona amerískt smokehouse. Það finnst mér rosalega vanta. Ég hef talað fyrir þessu líka. Já, við höfum talað það. Það bara ég datt mitt á þátt daginn á Netflix sem var bara keppni í barbecue smoky dóti sko. Fólk sem að bara tileinka lífinu sínu bara að vera barbecue meistari. Og þetta með rifin og stóru steikurnar sem búið að reykja og reykt nautarif og bara þetta svo fallegt að horfa og þetta bara svo ógeðslega gott. Geggja nefnilega. Og svo ég til dæmis á því öll heimilega djúpstingapott. Franskar ekki fara í opn. Það að djúpstekjast. Eða airfryer. Já, nei. Það svo allir þar sko. Ég er ekki að tala airfryer, fyrir því. þá enginn eiga þetta. Nei. Þetta bara örbylgjófn, þá enginn að eiga þetta. Þú veist, ég með, því miður alltaf lítinn djúpstingapott að spá ég að bæta öðrum við. Af því að ég kem svo fáum, hann bara 3 lítra. Ég fæ mér oft djúpstekta vangi og gíósur og eitthvað. Kemst heldur lítið í þetta, þannig að ég spá ég að bæta öðrum við fljótlega. Þú ert mikill matgæðingur, heyrum maður. Bara, þú veist, matur og drykkur bara svona, stóra áhugamáli mitt. Já. Það dreymir oft rosa mikið mat og eins og núna ég með alveg þeng fyrir sko takkói og þá ligg ég bara yfir því og ætla búin að bjóða fólki mat og það verða djúpsetta rækjur í ananas og mangósalsa og svo verð ég með brisket takkó líka. Já, geggja. Með pico de gallo og einhverju svona. Hvernig gerum við brisketið? Sko, af því að ég bara með litla grillið mitt. Reykofnin minn ekki lengur í mínu yfirráði þannig að ég ætla að reykja það bara í stuttan tíma en pakka þessu inn og bara klára það þannig í vökva á einhverju góðu og þannig að verði svona lún og mjúkt og fínt. Já, geggja. Hljóma vel. Já, mjög vel. Já. En talandi dreyma mat, manstu Úlli sagði okkur eina sögu af bókinni sinni, Villibráð. Og það var á einhverju svona villibráðaveislu. Þetta var svo fyndið, sko, það var alveg ógeðslega fyndið saga. Og það kemur sem sagt, hann heyrir af því að það hafi einn sem hafi farið á villibráðaveisluna, farið heim til sín og var hann svo sauð af drukkinn og hann tekur fram bókina og flett í gegnum hana og sér myndina af matnum sem hann var að klára á því að borða og bara, já. Byrja að rífa bara, þú veist, blaðsíðan úr og stinga upp í sig. Þú veist, að halda hann sé að éta Axel í matinn hann, sko. Úlli fekk að heyra þessa sögu. Kemur árið eftir með aðra bók og stendur hann upp í pontu og býður kallinn að koma vinsanlegast og taka á móti gjöf frá hann. Það sem hann búinn að éta hina bókina. Magnaði matur hjóla, sko. Ég vann semst í 6 ár sem markaðsstjóri á HSI og við erum með samning við Íslandshótel þannig að við borðum rosa mikið og ég borða rosalega mikið á hótelum. Þú veist, ég var úti svona 60 til 80 daga á ári með landsliðunum og íþróttamenn borða pasta og kjúkling eða þú veist, og kjöt. Þetta er rosa einhæft. Fyrir mann eins og mig ég komið leið á þessu á 3. degi. Nema á Grand Hotel. Það var náttúrulega bara fermingaveisla. Og liðin sem koma hingað til okkar eru gapandi yfir gæðunum á matnum. Svo fyrir við út, það bara pasta og tómatsósa, kjúklingur og einhver djöfus sósa og svo einhver risastór salabart sem langar bara alls ekkert að snerta á. Bara risaðileg matur eitthvað. Þá fer maður bara út að borða á McDonald's eða eitthvað frekar, sko. Maður getur þetta ekki marga daga. Nei. Það sko, ég vann alveg lengi á Grand Hotel, sko. Ég búinn að fá alls konar lið, bæði handbolta, körfubolta og fótbolta. Og það rosalega misjafnt hvernig metnaðurinn hjá þessum liðum.
yfirleitt koma þessi fótboltaliðin allan með kokk með sér sem er svona stjórnar og svona en það er mjög misjant kröfurnar sem eru settar maður hefur verið með station sko það sem að steiki pasta og allt gerir ykkur að rétti fyrir fram á og það hefur verið krafa og það er svona svo eru sumir sem að vilja bara þú veist kjúkling, pasta, ekkert vera að flækja neitt sko. Nei. Þetta er, þú veist, bara mismunandi og líka bara eftir þjóðum sko. Hvað er hérna í boði Þú veist, ég hef verið með leikmann með vegan Já. Svo fer maður, þú veist, og lætur hótel vita já, þú veist, við erum með vegan og þá kemur bara kál Já. Það er ekkert annað í boði sko. Og maður bara svona ok, hún þarf að borða eitthvað meira og, veist, og er að fara að keppa og, veist, og þá er farið að vinna í því að bjarga ykkur öðru sko. Þannig að þetta hefur breyst rosa mikið, þú veist, bara kröfur, þú veist, við fengum alltaf listan svo þurftum að koma því á hótelið og það var þetta ánæmi og þetta og þetta og þessi borða ekki þetta en, þú veist, svo er þetta íþróttamenn þeir þurfa orku ég er ekki íþróttamaður, ég þarf ekkert orku en ég vil bara góða mat, góða steik og pítsu En við þurfum smá orku Þurfum við? Já, ég meina, maður þarf orku Já maður myndi ekki gera mikið ef maður væri orkulaus Nei, en það maður var svo, kannski svolítið að lifa bara á brauði með smjöri og smá salti það var svona fljótt að grípa það sko en hérna mér langar að vita aðeins meira bjórana hjá þér hvað hérna prósessin á að búa til dökkan bjór og á móti ljósum bjór hvað ertu, þú veist hvernig gerur þú bjór bara yfir höfuð sko þú ert alveg að spyrja bestamannin og því ég brugga ekki mikið eða ekki neitt sko þetta er náttúrulega bara ráefnin sem þú ert með, þú veist ristamalt og allt þetta sem að þú veist býr til þessa liti og afbreyðin og allt það Já, og þú ert að gerja þetta einhverjum hátt eða ekki, já, og kveiki ykkur í lífi og láta við erum líka með, þú veist hjá okkur við erum með viskitunnur, látum þú veist eins og hérna sjómannabjórana, sumir fara þangað og eru kannski 1 eða 2 ár og eru að draga í sig, þú veist, úr tunnunum og viskinu sem að var þar þannig að hérna þú veist, það eru alls konar leiðir til þess að bæta bragði í bjór svo bara núna í vetur var til dæmis hérna gin, íslensk gin var í tunnum hérna einhverjum 6 tegundum sem að var svo tappa á flösku sjá hvort að veðráttan hér hefði eitthvað áhrif á bragðið versus það sem að var geymt í alveg tunnum og í hérna langjökli þannig að þú getur þróað og pröfað, við erum að nota hvítvinstunnur og alls konar til þess að bara gefa þessu aukinn kraft og bragð það var sko þegar við vorum að opna brugghúsið okkar hérna í gamla daga þá var staður hérna sem heit Milluhóll og Guðni sem að rak hann að þá var náttúrulega bara bjórlíki og hann sagði mér að þeim langaði að vera með dökkan bjór þannig að þeir bjuggu til bjórlíki og sett svo bara matalit þannig þá varstu bara komið með dökkan bjór já, menn velta sér menn sé cutting corners maður já þetta er ekki rá þetta er dökku bjór hann var dökkur á lit ég hugsa bragði hafi nú ekkert kom eitthvað svona sósulitar bragð af þessu það er hægt að redda sér á alls konar En þið eru að selja mikið í ríkið? Nei, við erum með svona seasonal bjórana sem við setjum þangað, annars erum við ekki. Við vorum með, við erum bara einbytt okkur að okkar heimamarkaði og hérna, svo náttúrulega var leyft að smáframleiðendur mættu selja hjá okkur, eða þú veist í gegnum sín brugghús. Þannig að við erum bara með kæli og fólk getur tekið takeaway og það er mjög vinsælt. Er mikið vesen að dósa bjórinn? Já, vesen. Já, eða þú veist, við erum bara með pínu litla einingu og svona handhelda, þú veist, það er einn á öðrum endanum og svo setur hann dósinu í gegn og hann þarf að grípa hinum megin og svo er það að setja limmiðan á, þannig að við erum að koma við dósina mjög oft. Þetta er algjör handverksbjór. Að hérna, við erum ekki með eitthvað rísa færibönd og eitthvað vélar sem sjáum þetta fyrir okkur, sko. Þannig að mannshöndin er rosa mikið við þetta. Hvað ætli þið sé að gera búið til mikið bjór yfir árið? Þetta sé ekki 25-30 lítra held ég. Ég veit ekki nákvæmlega töluna, sko. Þannig að hérna, það á að duga fyrir okkur 4.
Svo geta eigamenn og gestir fengið að njóta með okkur. Ekki fyrir það menn séu komin með hjartalækni Já, ég meina, sko, það helst kannski svolítið í hendur ef maður á brugghús að maður þarf að smakka vöruna, vera gæðastjóri, sko. En ég á líka bara að smakka hvað aðrir að gera, hverjar eru stefnurnar og hvað er heitt og allt það. Svo bara, þú veist, eins og ekki það að við framleiðum með óáfenga bjór, en þú veist, hann er orðinn mjög góður. Bara óáfengur Guinness er bara á pari við venlegan Guinness. Hann er frábær. Til óáfengur Guinness. Hann hefur stundum verið til og bara ótrúlega góður. Og bara óáfengi bjórar, þú veist, eru orðin miklu betri bara á síðustu 5 árum. En við ætlum ekki að endilega að fara að hella okkur í þann markað. Nei. Leifum öðrum eiga það. Já, Kaldi þeir hafa verið svolítið þannig að vinna með núllaranum. Já. Hafi verið að fara eitthvað út á svona í vettvangsverðir að skoða brugghús út í heimi? Já, strákarnir hafa farið nokkuð sem til Maine í Bandaríkjunum og við eigum nokkra vini þar sem eru eiga brugghús. Danmörk, Svíþjóð það var farið til, voru í Danmörk að brugga núna í sumar og þannig að við hefum heimsótt mörg brugghús og verið með svona collab. Nei, svona sambrugg og þeir koma hinga og brugga með okkur og mjög skemmtilegt. Já, sniðugt. Er þetta stórt samfélag á Íslandi að bruggurum? Já, þekkjumst öll rosa vel og bara ótrúlega gaman að hitta þau á bjórhátíð. Við erum einmitt að fara núna stórhópur hérna frá Eyjum í Hveragerði. Vinnur okkur í Ölverkari með frábæra hátíð og þar erum við með, ég man ekki fjöldan af, og það er til dæmis Mjólkursamsalan, þú veist, þeir eru líka á brugghúsinu hjá okkur, á bjórhátíðinu okkur. Þá láta þeir, þú veist, gráða og sliggja í dökkum bjór og þú veist, einhver bjór í IPA og maður fær svona allt annað bragð af ostunum. Ótrúlega gaman að smakka það. Já, bara gaman líka að þetta sé svona lifandi, sko, og virkt, það sé mikið fólki að gera geggjaða hluti. Já, bara sem betur fyrir okkur neytendur. Bara eins og veitingagerinn væri allir bara að selja soðna ísu, sko. Það er fjölbreytnin og allt það, að fólk geti fengið hvað sem er, hvar sem er, sko. Já, algjörlega. Og ég held bara að þetta muni þróast áfram og það hefur náttúrulega bara breyst áfengisala, þetta er komið á netið og þú ert náttúrulega með stóra turnin vínbúðina og svo eru við, litlu framleiðendin megum selja frá okkar stöðum. Og samkvæmt evrópski skilgreiningu eru allir sem að framleiða undir held í 1.000.000 lítrum. Kaldi er að framleiða held í 750.000 lítra. Hann er handverksbrugghús samkvæmt evrópskum staðli. Alveg eins og við sem erum að framleiða 30.000 lítra. Og þú veist, Hólar sem er minnsta brugghús á Íslandi sem að framleiðir kannski 100. Þú veist, við erum öll handverksbrugghús. Þetta er bara, stærðin er ekki meiri hér á landi, sko. Þannig að Kaldi byrjaði, var svona fyrsta og svo bara þróaðist þetta hringinn í kringum landið. Já, og er ansi víða til brugghús. Já. Ansi víða. Já. Hver er uppáhaldsbjórið þinn? Ef þú átt uppáhalds? Já, sko, uppáhaldsbjórið minn frá okkur er Gölli og Eldfell. Þetta er svona fyrstu bjórarnir okkar. Eldfell er með söl og chili sem að var einn af okkar fyrstu bjórum. Gölli er IPA-bjór og Gölli heitir er í höfuð á manninum sem sungið í minningum mann. Já. Og við erum með mynd á honum niður frá hjá okkur upp á vegg. Hann bjó á Reglubrautinni sem var svona bjó svolítið óreglu fólk og hann var mikið fyrir sopan en harðduglegu sjómaður og góður kall. Hann hefði verið okkar einn af okkar bestu viðskiptavinum ef hann hefði verið á lífi og við vildum heiðra hann. Þannig að við reynum líka að tengja okkur við margt í Eyjum, með sjómannabjórinn og allt þetta og þannig að þetta er skemmtileg flóra. Já, Eyjamaðurinn er náttúrulega einstaklega skemmtilegur þegar kemur að nöfnum og svona. Allir bera einhvers konar viðurnefni, mjög mikið af fólki allan. Ég er úr Vító fjölskyldunni.
þar var allir Vító nema einn, hann var hestur. Já. Þannig að þetta Já. þú veist, bara, og við erum bara þekkt undir þessu, sko. Og skiptar sögur hvaðan það kemur alltaf. Já, Þetta nafn. já, það bara, þú veist, Vító nafnið kemur af afi minn og langafi þinn, bjó á Víðivöllum en svo var það vítaspinnu og þá heitir hans ekki Vító. Já. Og það bara situr á okkur og við berum það stolt. Já, kemur það þaðan? Já. Ég hef aldrei heyrt það. Ég hef heyrt þetta eftirnafn mjög mikið en ég hafði aldrei hugmyndum að þetta hafði tengst vítaspinnu. Nei, hann var því. Ég man nú þegar afi gamli var á lífi, sko, Eiríkur hestur, að þá var ekki einhver sem að gaf út sögur af Vestmannaeyingum eða eitthvað svoleiðis. Og þar var saga hvernig hann fekk sitt viðurnefni hestur. Og hann vildi nú meina að þetta væri bara eintóm kjaftaði. Já, já, þú veist, það er bara... Þá átti einhver að hafa slasast uppi í einhverju göngu og hann á að hafa farið upp og tekið hana bara og sett hann á bakið og hlaupið með hana niður á hestbaki og þaðan hafi þetta nafn komið. Sem ekkert ósennilegt af afa þínum að hafa gert. Nei. Þú veist, og ég trúi honum bara algjörlega til þess að hafa gert þetta. En sagan held ég kom ekki þaðan, sko. Nei. Þannig að já, það eru, þú veist, mörg viðurnefni. Sum eru góð og sum slæm, sko. Já. En þú veist, ég ber mitt mjög heitt og þykir vænt það og fekk það í gegnum mannanafna nefnd að við fengjum loksins að taka þetta upp. Já. En eru þið að selja þennan bjór eitthvað í bænum eða sem sagt út fyrir landsteina Vestmannaeyja? Við höfum verið af og til á Brúdók. Já, ok. Og höfum unnið vel með þeim. Það var, þú veist, staðirnir eru oft samningsbundin líka einhverjum framleiðenda eða innflytjenda eitthvað þannig. Þú veist, handverksbjórar eru til á einhverjum ákveðnum stöðum og við höfum unnið vel með Brúdók og sinnt þeim og leyft þeim að hafa okkur. Þannig að fyrst voru við, þú veist, á nokkrum stöðum og svo var þetta bara að vinna að koma alltaf milli og kostnaður. Þannig að en við reynum að, þú veist, að sé alltaf einhver starf til eitthvað. Þannig að fólk getur ekkert svona verið með eitthvað ákveðin stað fyrir kannski utan Brúdók að vita til þess að ykkar bjór þar. Jú, bara koma til Vestmannaeyja. Koma bara til Vestmannaeyja. Ok. Þannig að hlustendurnir þurfa þá bara að drulla sér í ferjuna eða með flugi. Ég mæli eiginlega meira með flugi en þú veist, fyrir heimingja magan. Já, þetta var nú ósköp þægileg ferð hingað, sko. Já, núna. Maður veit aldrei hvernig þessi sjór er. En auðvitað mælu bara, maður mæli bara klárlega með því að fólk gerir sér ferð og taki helgina og fari hér og þar og smakki matinn og bjórinn og gríðarlega góð menning, matamenningina. Alveg rosalega mikil flóra og mikið af fólki hérna. Já, alveg magnað. Og metnaðarfullt fólk, metnaðarfulli veitingamennina. Já. Mjög. Það er skemmtileg breyting eða svona hvað þetta hefur vaxið. Já. Að náttúrulega breytist töluvert bara þegar við fengum landið. Já. Að þú getur allt í henni farið 7-8 sinnum yfir daginn til Eyja og frá Eyjum, sko. Og meðan þetta var tvisvar í Þorlákshöfn, sko. Já, maður ert að manna sig upp alla vikuna, maður. Já. Ég hef bara margar af mínum verstu minningum í lífinu eru í Herjólfi frá Þorlákshöfn, sko. Gubbólfi. Þá var maður bara stjarfur og ég og amma saman vorum alltaf með kóju og lágum flöt alveg hristandi, skjálfandi, bara alveg hvít. Gamli náttúrulega bara úti að heilsa upp á liðinu og svo kíkti hann inn á milli. Ábyggilega fengið sér steik og eitthvað og bara skilit ekki. Sjómennska og það að þú sért ekki sjóveikur, það erfist ekki. Nei. Þú veist bara... Pabbi minn var sjómaður líka. Ég er ekki grínast þegar ég segi, ég get ekki fara á árabát. Þá er ég orðinn sjóveikur. Þá ligg ég bara flatur. Hvað segir þú? Já. En þetta ég starfaði sem sjómaður eitt sumar, var hérna dagurárabát. Ég var á grafskipinu Vestmannaey. Sá hérna að halda höfnin opinni. Og fórum svona 5-15 metra frá bryggju. Það er sjómennskan mín. Sendi oft vinum mínum á sjómannadaginn til lukku með daginn, kollegi. Svo tók ég pungaprófið. Þannig að því ég heiti skipstjóra alltaf, blessaðu kollegi.
maður fyrirvændi sjómaður. Það ekkert allir sem hafa starfa á sjó. Og ég meiri sé ældi einu sinni borð í Grafskipnum, þá vorum við 3,5 metra á bryggju. Þú ert alveg, ég í alvörunni hélt að þú værir hörku öflugur á sjó, bara því þú sendir alltaf á Facebook til hamingju sjómenn og ég held að þú væri bara hörku sjóari, sko, en svo ertu bara eins og ég. Ástæðan fyrir ég ældi þarna, þetta var náttúrulega bara, þú veist, í algjöru logni, að segjast Jói sem var að vinna með mér setti matarpokan sinn ofan á olíufýrin og hann bránaði og kveiknaði í. Og ég hleyp niður og bara gleipið þarna reik á mig niður og slökka á eitthvað og kem svo upp og kúast og byrja að æla. Heyrist í kallinu, hvað þetta sjóveikur? Með 3,5 metrar á bryggju. Og ég bara, það að kveikni niðri. Maður ælir ekki hér borð. Honum var drullu saman að vera kveikni í draslinu. Það ótrúlegt hvað sjóveiki getur lama mann, sko. Ég var í Tælandi fyrir 10 árum og þá þurfti maður að taka bát frá einni eyju yfir á aðra eyju og þar var þetta svona einhver spýttbátur sem var bara með 2 svona, ég veit ekki, bara floti eða eitthvað sem það stóð á og gat í miðjunni þannig að það getur farið sem hraðast og ég sá það var hann hægt að borga og verið í VIP sem var bara að fá að fara inn þar sem voru bekkir og ég borgaði 100 kall og gerði það og var bara einn hann inni og svo förum við að stað og þetta var bara eins og að vera bara í tunnu sem var verið að henda, maður bara skaust einhvern veginn og ég lá bara í bara eins og að vera að fara að grafa mig og svo þurfti ég að fá fersloft og þá labbaði ég út á þilfari þar sem allir hinir eru og það var bara eins og í hryllingsmynd. Þar satt bara 60 maður, halda utan um bakpokann sinn að rugga sér alveg hvítur og ég heyrði menn æla hér og æla þar og ég fer aftur inn í VIP-herbyggja mitt á hana bekk. En þetta, eins og bara á núverandi Herjólfi, því ég þurfti að fara töluvert í Þorlákshöfn, ég finn ekkert fyrir þessi í dag. Nei. En þegar ég var yngri var ég rosalega sjóveikur. Þessi bátur fín. Ég var við spjöldum mitt það, hvað maður var bara, þegar maður bara vanur, maður bara fer með bænirnar á maður fyrir að stað og bara þetta getur eyðilegt daginn, mann, sko. Það var nú einhvern tímann þegar langaðin var 60 og þá var ég að koma úr keppnisferð og hvað helvíti stallur var þetta, Fagranesið var að leysa af og við vorum í 9 klukkutíma frá Þorlákshöfn og það mátti ekki fara út og ég var búinn að æla á ælinni en stalst að fara út og batt mig við bekk bara til þess að ég geti verið bara í ferskara lofti, ég gat ekki verið inni. Ældi og ældi allan tíman. Á tímabili stóð ég við rekkverkið sem handrið, því það ekki náttúrulega ekki, við sjómenn tölum rekkverk og ég var alvarlega að spá ég að hoppa út í sjó bara þann tæki mínútu að drepast ég gat ekki meir, ég grét og bara gjörsamlega búinn á sál og líkama sóttun á bryggju af fjölskyldinni og þá þetta 60 sammæli heima mamma og pappa rækju koktill í formi og ég byrja aftur að æla og þannig náttúrulega ekkert nema fyrirhandi skipstjórar og sjómenn og það var gert svo mikið grín að mér ég hét því bara að ég skildi ekki láta þetta á mig fá. Ég prófaði einu svona frá sjó. Þetta var eitthvað 18 klukkutíma túr og ég hélt að þetta væri ekkert mál. En ég tók ekkert eitthvað lyf eða neitt, sko. Þú veist, í þá daga, ég held að það hefði ekki verið til. En ég þurfti að, ég spúaði yfir allan fiskinn og allt út allt, sko. Þetta var bara, maður fór örugglega 5 sinnum í koju og rekinn bara þangað inn, sko, en ég gafst upp. Ég rukkaði ekki einu sinni fyrir það sem ég var að gera. Þessi maður að gera eitthvað allt annað í dag. Já, sem betur fyrir, sko. Ég bara skil ekki. Ég skil ekki hvernig bara þetta hægt, sko. En ég tek hattinn ofan á fyrir sjómenn, sko. Bara geta. Bara alveg magna. Bara takk, segi ég bara, sjómenn. Og þau þurfa að vera helvíti harðir, það bara staðan. Og þeir bara frábær stétt, búin að skila miklu til allra, sko, samfélagsins, í formi gjalda og fisk og öllu þessu, sko. Já. Annars fengið þið ekki fiskinn, ekki farið þið að veiðan. Nei, það bara, maður farið bara frekar í eitthvað bara út á tún að tína sveppi eða eitthvað, sko. Eða bara út í á, vötn. Já. Ég meina, það ábyggilega mörg börn sem halda að fiskibólur sé fisktegund, sko. Hann komið bara svona úr hafinu, sko. Já, ég er örugglega fullt af fólki að noti sem heldur að kjöti komið bara úr búðinni, sko. Bara
Já, Þetta bolla sig úr hafinu maður. já. Æ. En ég held að erum við ekki bara hérna Ég ætla samt að spyrja varandi er það að hafa eitthvað upp úr þessu? Nei, Er það nokkuð? nei, við erum ekki að borga okkur hagnað. Nei. Nei, ég meina þetta bara barningur, þú veist, og veturinn alltaf ógeðslega erfiður, þú veist, bara hjá veitingamenni, þú veist, eins og ég nýjum, þá loka veitingastaðir í einhverja vikur og bara ógeðslega leiðilegt og erfitt, sko. Já, við hefum heyrt frá nokkrum veitingum og það virðist alltaf að vera sama sagan, sko, að þetta ekki rekið í hagnaði. Nei, þú veist, og líka bara samgöngunar yfir veturinn af því að Landeyjahöfn hálfkláruð. Þú veist, og svo umræðan hvort að ég sé hægt að reisa þessi göng og hvenær það þau, þú veist, og þau ekki að fara að koma næstu 50 árin. Nei. Þá þetta bara því miður grætilegt, sko, fyrir ferðaþjónustuna hér. Já. Að við lifum á 4-5 góðum mánuðum. Já. Því miður, sko. Þau eru ekki bara að stækka tjaldstæði hérna? Við þurfum náttúrulega bara Þannig að komist fleiri? Við þurfum að laga Landeyjahöfn þannig að sé að nota hann allt árið, sko. Já, þannig að sé að koma fólki til. Já. Það til dæmis, sko, að Ísland, þú veist, stærsta eyjan við Vestmannaeyjar, það ófært þar, sko. Það aldrei ófært í Vestmannaeyjar. Hér alltaf blíða. Það alltaf þetta sigl inn til Vestmannaeyja, en þetta Landeyjahöfn sem tilheyrir ykkur Íslendingunum þarna. Það hún sem ókláruð og að eyðileggja fyrir okkur hér. Já, það ákall til stjórnvald að laga það dæmi. Já, ég ekki nógu mikið inn í þessu maður, en ég man að þetta var alltaf vesen með sandinn og ég hugsa, ef ég tilkynnt mig núna að það væri bara Siltuþólasannar og það væri 5 mánuðir ég værum að fara að sigla í Landeyjahöfn, þá myndi ég bara fara að leigja mér íbúð og tilkynna konunni, ég kem eftir 5 mánuði, það bara þannig. Það alltaf að taka flugið, Bjartur. Já, ekki á sumrin. Ha? Ekki á sumrin. Akkur ekki? Það ekki flogið á sumrin. Það yfir veturinn. Eru 3 flug. Er ekki flogið hingað á sumrin? Nei, þjóðtíðina, jú. Hann að fokki mér. Nei, það ekki flogið hingað á sumrin. Ég veist að rellur geta lent í hana, sko. Já. En ekki, þú veist, það ekki ferða áætlun með flugi. Ég er búinn að vera að segja við Davíð bara síðan við ákveðum að koma hingað að Vestmannaeyjar besti staður í heimi. Það og að koma hingað það bara þú lappar inn í galdrana, sko. Nú ertu búinn að fá að vera með mér svona eina helgi hérna í Vestmannaeyjum. Já, þetta ákveðin lífsreynsla. Og það myndur ekki segja að þetta sé einn besti staður í heiminum? Þetta flottur staður. Alltaf í heiminum. Alltaf áfram. Sko, það náttúrulega bara, það allt fallegt hérna. Já, ég alveg sammála, það rosa fegur hérna. Það alltaf gott viður hérna. Hefurðu komið hingað í slæmt viður? Já, ég hef alveg verið inn í skítaveðri, sko. Já. Það hefur staðið yfir 5 mínútur, sko. Já. Það ekki vandamann. Svo bara veðrið bara hugarástand. Veðrið kemur þegar kemur og fer þegar fer. Þú getur ekkert breytt þessu. Þú getur pirraði á þessu ef þú nennir. Það bara þýðir ekkert. Nei, það alveg rétt hjá þér. En það líka bara gott veður alltaf aðeins betra hér. En veðrið hefur ekkert með Vestmannaeyjar að gera. Nei, akkurat. Þannig að ef þú mínus á veðrið þá bara ekkert af. Já, þá þetta fullkomið. Já, ok. Svo sannarlega. Það eru stórkostlega lokaorð frá nú frænda mínum. Takk kærlega fyrir komin að Kjartan. Takk, frábært og bara til hamingju með góðan þátt. Já, takk og þætti. Og við byrjum alla að mæta á Brúðurísbröður hérna í Eyjum þegar komið hingað með Herjólfi. Já. Vist það ekki hægt að fljúga? Það að fljúga við vetur. Bara njótið þess að vera hérna og ég kom með nokkra dósir fyrir Já, takk fyrir. Taka riðið úr manni maður. Lundin gefur og tekur. Menningarmiðstöð. Það algjörum menningarmiðstöð. Bara frábært að fá ykkur. Og takk fyrir okkur.